Já, gott kvöld, kæri gestir og velkomin í Rauðan raunveruleika. Við erum hér komið með góðan gest hjá okkur, Júlíus K. Valdimarsson, einn af stofnendum Húmanistaflokksins, stofnaði 1984 og hefur tekið þátt í nánast öllum kosningabaráttum til Alþingis síðan þá. Velkomin. Takk fyrir. Við vorum að svona spá ég kannski til að byrja með og kannski útskýra fyrir ykkur hvað felst í þessum húmanísku hugmyndum og hugmyndafræði sem að þú hefur mikið talað fyrir? Já, það má segja, það er miklu að taka þannig séðan ef við tökum svona kjarnan í þessu, þá var það sá útgangspunktur að á félagslegu sviði þá viljum við setja mannveruna, mannlegt líf í aðstakgengi og það er náttúrulega gengur þvert á það sem að hreyfir heiminn í dag, þar að segja að núna má segja að það eru peningar og efnahugur sem er settur í aðstakgildi og það er þaðan sem við tökum okkar stefnu frá mannverunni, manninum og við viljum gera jörðina mennska. Og það er stefna okkar. Já, einmitt. Og já, eins og ég myndist á þarna áðan, þegar buðu ykkur fram í öllum alþingiskosningum, nánast öllum þangað til í síðasta ári. Já. Og hvers vegna buðu ykkur ekki fram í fyrra? Það var þannig að við höfðum bara ekki ekki kapasitet í það að gera það. Nei. Og þannig að síðan náttúrulega má segja að pólitíska landslagið hefur breyst dálítið á undanförnum allra síðustu árum og ég vil segja fyrir mitt leyti að tilkoma sósíalistaflokksins hann hefur að sínu leyti gefið okkur ákveðin grundvöll til að beina okkar framlagi, húmanistum, og það er af því að sósíalistaflokkurinn það er mjög tveimur ástæðum sem að við erum comfortable í sósíalistaflokknum. Og það er sko annars vegar það er raunverulega byggt út frá grunnlýðræði, slembi valið á allan hátt sko, þannig að geta allir, það er basinn sem að tekur stefnuna og síðan hitt sem að hefur verið okkar áhersla í gegnum tíðina og það er það að húmanistaflokkurinn hefur verið haft verkalýðsmál og húsnæðismál og þessar og samvinnumál þannig að samvinnuhreyfingin og verkalýðshreyfingin það eru svona áhugamál húmanistaflokksins mjög svo og þetta fer saman mikið með sósíalistaflokknum. Og það er kannski bara því að þetta skiptir svo miklu máli fyrir fólk, þetta bætir líðara svo mikið að ef við tryggjum þessu grundvallaratriði þá bara hafa það mikið meira svigrúm til alls annars. Já, það er það sko og í rauninni sko að þá ef við tölum líðræði að þá er það orðin tóm nema það sé einhver líðræði eitthvað félagslegt sko. Að því að líðræði er ekki með til dæmis eins og mjög miklu grundvallar stefna okkar húmanista flokksins alls þar í heiminum hefur verið að við erum algjörlega við erum raunverulega á móti þessu sýndarlýðræði sem er fulltrúalýðræði. Já. Að því að þú kýst eins og ég 63 menn og konur og þetta er bara síðan lið sem að þú kannt að hafa verið hrifin af einhvers sem þau sögðu eða lofuðu en svo næsta skrif er bara að þau byrja að svíkja loforðin og svo framvegis. Og engin leið til að hafa meira áhrif eftir að búin að kjósa. Nei, það er eins og færði einhvern til að slá garðin hjá þér og gera þennan 4 ára samning.
og svo bara slæðir hann tvisvar, þrisvar, svo bara hættir að slá garðinn, Já, þetta er svolítið brenglað, sko. Já, og þá segir hann bara, og þú segir, hvað er þetta með þetta? Þetta er alltaf verið í órækt hjá mér. Já. Þá bara, ég meina, þú getur ráðið einhvern annan til 4 ár. Já, akkurat, þannig að... Svoleiðis að þetta er í raun og veru contradiction in terms, sko. Já. Þetta er búið að vera viðvarandi þema, finnst manni síðustu kjörtímabil alveg eins og langt og ég mann eiginlega aftur, Já, sko. já. Persónulega, ekki að maður sé mjög gamall, en já. Og síðan er eitt ákvæði sem við erum með, og höfum alltaf verið með, að það er það að ábyrðu í þessu kerfi, þá ættum við að vera með lög ábyrgð stjórnmálamanna, sem myndi vera það að stjórnmálamaður sem stígur fram gagnvart almenningi, hann er kosinn og síðan reynist hann verða uppvísa því að hann svíkur þetta loforð, að þá er hann bara búinn að svíkja hennar samning og hann á að víkja. Af því að hann hefur fyrirgert umboðinu. Já. Heldur betur. Já, það er það. En hvernig myndi það virka í praktík? Eða þú veist, þá þyrfti að vera... Alþingi myndi tæmast náttúrulega bara á. en sko, þannig að sko, það hefur ekkert reynt á þetta, sko, eins að við höfum ekki náð þingmanni. Nei, og í rauninni að þá, ef að maður hugsa beint lýðræði, alveg lýðræði sem er líður í ráði, að þá verðum við að fara í einhverja svona, sko, frekar svona aðferðafræði eins og sósíalistaflokkurinn er með, að bara taka þetta random og fólk þar sem það býr, að það sem sagt geti haft bara svona, sko, komið bara eins og almenningur að ákvörðunum og í rauninni lýðræðisfélagi Alda sem að þið munið ekki eftir kannski í fullu fjöri, sko, að því að þeir, en það var mikill hluti að þessar var svona eitt element í búsaldabyltingunni. Og þau voru með hugmyndir eitthvað framfærir. Já, að þeir voru með, það var lýðræðið sem var sko aðalatriðið og þá lýðræðið sem væri þannig að það væri ekki bara lýðræði í kosningum, heldur innan fyrirtækja væri lýðræði og innan skóla og allstað vel lýðræði og þeir voru líka með svona ákveðin módel eða fyrirmynd, Porto Alegre í Brasilíu, þar sem að fólk, þar sem að var þetta var fylki þar og þar var það þannig að það var slembi valið í sko ráð eða bæjarráð eða fylkisráð og það var bara þá Jón og Gunnu og Breiðholtinu og allstaðar að og þau sem sagt og það var ákveðið prósess að þau fengu ákveðna þjálfun í að kynna svona bjúrókrasjunni en þetta ráð það annaðist stóran hluta af fjárlögum fylkisins. Og þetta svínvirkaði, sko. Það sem gerðist var að spilling bara nánast hverfur, sko. Já, og það sem var punktur í þessu, að almenningur, ef hann kemur bara með réttum eðlum hætti að ákvörðunum, hann er miklu líklegri til þess að skilja þarfir fólks og líklegri til þess að maður samþykki ekki þá mismunum sem við höfum og eins og í þessu fulltrúalýðræði. Já, akkurat. Já, hann að vera svolítið á skammt komin í þessari lýðræðisvæðingu. Það var rauninni bara tekið þetta eina skref frá fjúdalísmannum yfir í það bara við kjósum að einu svona 4 ára fresti og svo bara hefur ekkert gerst síðan í rauninni. Já, í rauninni. Já, þannig að þetta hefur gerst rosalega hægt en þannig að það er eiginlega löngu komin tími á það að einhver meiri, almenningu fóði meiri völd. Já, það er það og líka það er hægt.
og hérna við húmanistar, húmanistar síló var rithöfundanafn argentínsk mann sem að stofnaði húmanistarhefingun á sínum tíma, Mario Rodríguez Cobo og hérna og hann var og hann svona hugmyndafræðingur sko og hann kom með hugtak sem svona eins og framtíðarstefnum í húmanistaflokksins að það alheimsleg mennsk þjóð og hérna það þýðir það bara að framtíðarsýn svo það sé heimur á landamæri með fjölbreytni og taki tillit til mismunandi menninga og allt það og hérna og þar mitt inn í því að þá hefur sett hann fram að þessi alheimslega mennska þjóð hún myndi rísa upp frá hverfunum þegar hvar býr fólk, hvar sem það í Kína eða Japan eða Íslandi eða í Marokko whatever fólk býr í einhvers konar hverfu eða þá byggðum byggðalögum og fer til löndum og svona og ef það á að vera annað en orðin tóm að vera með raunverulegt lýðræði að þá það þessir félagslegu einingar sem að ættu að koma með stefnuna setja stefnuna síðan auðvitað þegar það kemur á stærri svæðum eins og á landsvísu og allt það að þá náttúrulega þarf ykkur samhæfingu en það eins og við höfum séð að slík samhæfing gæti litið út ekkert ólíkt og hérna Alþingi eða stjórnarráðin og ráðherrar og bla bla nema að þessir framkvæmda aðilar, útfærslu aðilar að þeir myndu náttúrulega ekki hafa neinn völd. Nei. Já. Og það myndi enginn detta það í hug sko. Af því að það er líka gaman að hugsa það svo segja að hérna að fyrstu menn þeir hefur komið saman á Arnarhóli bara og svona nokkur þúsund manns. Svo myndu þeir hafa farið að hérna velta fyrir sér já en hvernig er það skipuleg þetta svona. Þá segir þeir, heyrðu, ég skal sjá um þetta og þið bara, ég segi ykkur það sem þið er að gera og þið bara velda borgi mér og ég verður að fara að hafa það gott sko. Ég sem það sko að svoleiðis tillega, fólk myndi bara, hvað er þessi? Já, nákvæmlega. Það er ekki það sem Já. En eiga síður sko að á einhvern undarlegan hátt, þá erum við heimi, þar sem að 1% bara á allan heiminn. Já. Og það talið Ræður öllum heiminum sko í þannig séð. Og hvernig finnst þið stofnuðu flokki 1984 og hérna, hvernig finnst þið þróun hafa verið síðan? Finnst þið húmanísk sýn vera nær heldur nær raunveruleika nú heldur var þá eða finnst þér heimurinn hafa versnað að mörgu leyti upp á enn ójöfnuð að gera eins og myndist á? Það er náttúrulega að þér varðar ójöfnuðin þá er náttúrulega versnað sko. En aftur á móti að þá hérna sko ég held að sko við þróumst áfram og raunverulega í þessum húmanisma okkar að þá lítum við á mannin sem eiginlega svona eins og félagslega veru og við þroskumst sko. Það er ekki sami barbarisminn alveg sko og fyrir 1000 árum síðan. Nei, lögulega ekki. Nei, og það er komið svona hugmyndum mannréttindi eins og kom eftir síðasta stríð sem er svona bara allir menn bara með því að fæðast hafa ákveðin rétt og svo framvegis og þannig að sko hvernig var tengingin í þessu? Já, svo að pælingin hvernig þróun hefur verið í tengslu Já, svo að það hefur orðið svona meðvitund ákveðin svona tillit til náungans og svo framvegis sko. Já. Og þannig að
mér finnst að, já, það kemur aldrei af engu, en ég held að við höfum húmanista geta svona lagt á vogarskálanar það að maðurinn ætti að vera, sko, skilurðu, á þessa þróun að maðurinn skiptir máli en ekki bara peningar. Og mér finnst að það hafi orðið á síðustu 20-40 árum hreyfing þá átt. Þannig að vitundin kannski að verða meiri þetta, það er svona almennra en... Já, svona sensibility, sko. Já, en það er ennþá kannski að færast yfir í stjórnkerfinu okkar, almennilega. Já, það er það. En á móti hefur komið náttúrulega allt sem við þekkjum, þessi peningahyggja og allt skipulag er í þágu þeirra sem að vilja bara græða og græða á hinum og allt það. Og eiga hlutina einhverju hluta vegna, það er ekki alltaf sanngjarnt. Fólk eignast hluti og annað. Já, þetta er versnað einhverju leiti en líka skánað á einhverju öðru leiti líka, kannski svona meiri menningunni og umræðinni en kannski minna þegar kemur stjórnkerfinu og valda. Já, þegar valdin eru ekki hjá þeim sem að fjöldanum. Nákvæmlega, það er málið, það er svona aftengt. Já, en þegar eins og við sjáum í þessum gassagangi sem er í dag og stríðum og ofbeldi að það er ekki fólkið sem að kemur sér saman ætlum við ekki að hafa eitt stríð núna. Heldur það er það sem þjáist yfir þessu. Já, einmitt. Og þannig að þetta er í bölvari steik auðvitað, en það er ekki það sem ekki hægt að ég trúi því að það er hægt, maðurinn getur náttúrulega breytt hlutunum. Ég held að það sé líka alveg rétt að þetta svona, eins og segir sensibility, þessi svona hugsun eða þetta gildi mannlega þáttinn og samvisku að hún er að aukast og með upplýsingaöldinni að þá er svo auðvitað að tengja fólk hinum einn á nettinu, þú sér það í símanniðinu, þú sér þjáninguna þeirra, þú sér það er eins og þú, á meðan kannski í fortíðina þá við erum Rómverjar og þeir eru barbarar og þú myndi aldrei hitta barbaran. Og við þrísanlega hefum kannski ekki getað átt það samtal nema það að við vorum að sjá hvernig annan kommenta eitthvað inn á einhverju hópum á netinu. Þú veist, það er rosa flott, fólk er svo fljótt að mynda tengingar í dag. Þannig að það er mikill kostur, einmitt. En þið eru líka friðarhreyfingi, ekki? Þið berjast fyrir friði heiminum og gegn stríðum. Já, algjörlega. Og það er mikill þungamiðja og það má segja sko að við, sko, þessi húmanista-hreyfingin það eru tvö kannski svona lykil hugtök að við erum móti öll ofbeldi, félagslegu, það er að segja efnahagslegu og kynþáttalegu, kynferðislegu ofbeldi og bara öllum tegundum ofbeldis. Af því að hér í einandi þegar við komum á sviði fyrst, að þá þegar við fórum að tala ofbeldi þá voru svona sterk viðbrögð, sko. Við erum ekki ofbeldisfullt hérna á Íslandi, sko. Ofbeldi. Þegar ofbeldi var bara að þú fórst út á götu og þú gafst einhverjum að kjaftin, sko. En þetta ofbeldi er náttúrulega bara, en síðan, talandi sko eitthvað við breyst, síðan höfum við séð að það var farið að tala efnahagslegt ofbeldi. Og jafnvel í tengslum við sko bara launakjör og annað, þetta var efnahagslegt ofbeldi. En það var aldrei nokkuð tímann tengt saman hérna áður, sko. Og talandi ekki eins og kynferðislegt ofbeldi þar sem þetta var bara svona í menningunni einhvern veginn og bara tekið sem sjálfsögðum hlut. Já, einelti, þetta var bara stríðni. Já, akkurat. Þannig að eina ofbeldi var bara ef það var eitthvað líkamlegt og varst að vera að lemja einhvern með eitthvað svona. Stríðum eða fysikal, sko. En þarna þegar húmanista-hreyfingin að spretta fram 1980 og eitthvað, þá þetta mjög alþjóðleg hreyfing eða ekki, hann þessi gæi, hvað heitir hann aftur? Síló, já. Hann ferðast Afríku og Indland og tekur eitthvað fræga heimsreisu, eða ekki, þar sem hann vekur svolítið athygli á málstaðnum? Já, það var sko 1981, að þá var fór þessi hreyfing sem að byrjaði í Argentínu, sko, en breytti síðan út til fleiri landa og þarna var hreyfingin orðin sko svona komið einhverjir hópar sko í mörgum landum og þá var myndað svona teymi þar sem að Síló fór með 10-12 manns frá mismunandi heimsálfum og þá var farin og það var svona yfirskrift þessar ferðar var
gerum jörðina mennska og þá kom þetta slógan upp og síðan eru sko og út frá því sem sagt og það var mitt sko það var vídeo, sástu vídeo þessum Já, ég kíkti á henni. Já, mjög aðtilsverð sko að því að þá var farið sem sagt alveg til allstaðar heiminn og ég mann til hann kom í háskólabíóð við fylltum háskólabíóð þá sko og þá var þetta sko ræðurnar voru mismunandi efni sko sem að allir sem að tóku þátt kom með einhvern hluta af sko þessum boðskap og ég man eftir því að hann hélt ræðu í háskólabíói og það var sættir og hann sagði dæmi sko konu eina sem hann hafði hitt sem var svona rosalega reið út af því að sko hún hafði skilið við kallið sinni sko og hann var svo reið og hún var bara alveg hreint bara þetta hafði áhrif á hennar daglega líf sko talaði lítið annað en við kallið sinni sko og hvað var þetta nú látt síðan spurði og þá það fyrir 30 árum svo. Okay. og og þá sagði hann já en hvernig séu næstu 30 ára heldur þú verður svona reiðið til önnur 30 ára kannski ranka við sig já og fór að tala hvort það væri ekki gott að reyna að sættast við hann og þetta svona þannig að sko við erum sko og jafnvel sko eins og ofbeldið að það ekki bara líkamlegt og það er ekki bara í stríðum eða slíkt heldur alls konar öðruvísi að þá er það með ofbeldið að hvar byrjar ofbeldið og af því að þessi hreyfing hún er félagslega sýnleiti en hún hefur það sérkenni sem að gerða verkum að ég var mjög strax hrifinn af henni að varðandi félagslega breytingar og að breyta heiminum að þá getur það illa gerst nema að þú stuðlir að persónulegum breytingum og félagslegum breytingum á sama tíma. Já. Að því að í rauninni sko að það kemur alltaf innan sko. Já. Að ég kýla einhvern og þá er hérna sko búið að grafa sem helvítiskann og þannig hann og já helvítið og ég kýla hann sko. Það góð því. Já, en þetta kemur innan það frá sko. Já. Svoleiðis að hérna maðurinn er tekinn semst í þessum húmanstarhreyfingunni heillega sko sem félagsleg vera og sem andleg vera og það er kannski svona endikið og það hérna kom mjög vel fram þegar hann fór til Indlands sko þessi hópur fór til Indlands að þá var hérna þá var haldinn fundur rosa magnaður, það voru 10.000 manns. Sástu þann hluta eða? Nei, ekki alltaf. Nei, aðeins. Sem var þarna á strönd þar í Bombay og þá voru þeir að segja sem voru með honum sko, sílóð í ferðinni, að þar sko bara var eins og hitti bara bræðurson og systur sko. Og hann sagði við þau að það er gott að vera komin hingað vegna þess að hér á Indlandi þið skiljið tungumál hjartans og það er erfiðara á Vesturlandi þess að það er ekki alveg eins sko. Og það búddistarnir það var búddistar sem hann hitti þar og lendur á Sri Lanka líka og það var greinilega sko mjög auðveld samskipti. Töluðu sem að saman tungumál. Minnir hann hafi sagt líka að Indland væri svona andleg miðstöð veraldarinnar eða allavega svona mjög mikil andleg svona þekking sem kæmi frá Indlandi. Já, það er það sko. Og svo það smásamann hefur hún sitrast yfir til Vesturlanda og haft sín áhrif eins og Bítlarnir þeir komu hérna bara Friður og John Lennon og Alan
Watts og Ram Dass og fleiri svona. Já. Það svo margt einmitt sem við getum leitað í þá áttina, þessi viska, mörg þúsund ára viska og ég með alls ekki að stimpla hann út af því hún ekki að fylgja einhverjum svaka ströngum vísindalegum stöðlum, sko. Já, og alveg rétt, við erum mannverur. Nákvæmlega. Og ég fæðist, ég var ekkert spurður, ég fæddist inn þessu jörð, sko. Og hvernig lífi vil ég lifa, sko. Hvernig vil ég að lífi sé, en ég náttúrulega mér bara hendin hennan heim og ég kem inn í hann eins grófan og ruglaðan eins og hann sko. Já. En það einmitt alveg bara frábært að hugsa til þess að núna á byrjun 20. aldar þá ennþá mjög mikill svona kolonialismi, það nýlendustefna í gangi allt. Evrópþjóðarnar eru að dóminera fullt af Afrikuþjóðum og þau bara arðræna þau alveg sko ruthlessly. Afsaki enskuna. Og það kannski eitthvað svoleiðis ennþá í gangi, fólk talar nýlendustefnu eða neokolonialisma, sem stór vestræn fyrirtæki eru í raun ennþá að arðræna Afrikuþjóðir og fleiri þjóðir. En staðan þannig í dag að ef það kemur upp, þá verður fólk brjálað. En áður fyrir þá var það bara svona þetta, við erum breska heimsveldið og við erum bara þess þetta faldara í dag heldur en að var, og þau þurfa að fela þetta meir svo að þau vita að fólk verður brjálað að kemst að því. Já. Og ég mani þetta á norræna þinginu fyrir 2-3 árum, þá var það Jónas Æger, ég man ekki hvað hann heitir, að hann fekk bókmenntaverðlaun í verðlaun fyrir bókmenntir. Og hann hélt ræðu, ungur maður, á ykkar aldri, eða svo. Og hann hóf ræðuna á því að segja, fyrsta lagi vil ég tala til forsætisráðherra sem hér sagðan, Danmerkur, og bara koma þeirri stuttu orðsendingu til skila að þið eru ekki að gera nokkuð skapaðan hlut í sambandi við hlýnun jarðar. Ekki meir það. En síðan talaði það að talandi bara Vesturlönd, að þá það stóra mál sem að við unga fólkið sjáum, en þið ekki kannski, að þessi illvirki sem að Vesturlönd hafa framið með sinni nýlendustefnu og arðráni á öðrum heimsálfum, það ekkert uppgert mál. Það ekkert breyst. Það bara á eftir að gera það upp. Og þannig að það að í öllu þessum hörmungum sem verður vitnað, að þá að koma, eins og við orðar á, þetta bara svona ný vitund þennan heim sem komið inn. Og einmitt að þú kemur inn á þessa mannlegu nálgun og það þetta einmitt að hlýtur rosalegt tráma í þessum löndum, bara á mannlegu leveli, svona kollektíft tráma í þessum löndum og það líka mjög óuppgert það allt saman, þannig að þetta alveg þessi tvílega nálgun, sko, ekki bara það við þurfum að endurgreiða þeim í peningum allt þetta sem på arðarina, heldur það líka bara veitir þessu fólki sálfræðilega hjálp, sko, af því þetta áfallin erfast náttúrulega. Og ég þekki þetta vel vegna þess að sko við vorum í pólitíkinni frá 84 til svona undir 2000. Þá bara sögðum við, sko, nú gerum við hlé. Og þá var alls þegar í heiminum gert hlé á því að vera í pólitík. Og svo bara allir til Afríku. Skulum að taka, og líka til Indlands. Og bara að taka bara þennan, sko, ekstra stúpitt tíma, sko, frá 2000 til þá þess að svo opnaðist aftur möguleikin, sko, þegar þetta hrundi allt saman 2008, sko, fyrir sjáanlega, en þá var það 8 ár sem að, og ég fór þarna fyrst 1999 og síðan til 2008-2009 og það var, fór til Sambíu. Og það var, þá kynntist ég og fólki þar, við fórum þess að koma og fót húmanastarhefingunni í Afríku. Og þá bæði náttúrulega vorum við að koma áleiðis okkar bara hugmyndafræði með það að fólk fór að hittast til þess að skipuleggja sig utan 3 málaflokka, heilbrigði og menntun og quality of life
Þannig að þau fóru að fatta það þau gátu, þau þurfti ekki að sita bara út fyrir utan kofann sinn, sko, eitt og sér. Þetta gátu fara að vinna saman. Og út úr þessu síðan vext það að húmanistarhreyfingin þannig komin með þessar áherslur og heilmikil, sko, heilmikið af fólki sem að hefur stofnað sína skóla, sko, fyrir munaðleysingja og það var mikið gífurlegu barnadauði út af malaríu og svona og þannig að þau læriðu það hvernig var hægt að forðast það, sko. Það var ekki að vita, sko, moskítóflugan og svona og það var skipulagt að útvega moskítónet og allt þetta og svo quality of life, því það ef þú komur saman þá var alltaf einhver sem að kunni eitthvað, einhver kunni að rækta kannur og einhver kunni þetta og hitt, sko. Svo það var verið þá var hægt að sinna þessum þörfum að hafa eitthvað að éta. Já, en síðan það sem að kynntist jafnframt, stórmerkileg, að þau, í Afríku til ævafornmenning, af því að þannig byrjaði nú maðurinn að sjá dagsins ljós, sko. Og það heitir Umuntu, Gnabantu. Og það þýðir ég til vegna að þú til. Og þetta gífurlega, sko, þetta þýðir það að þú segir að þau hafi, sko, tráma og allt þetta, að þau hafa líka, sko, hald á þessari, samvisku. Já, og þessari samheldni og samkennd, sko. Og ég marði því að það hefur verið svona fyrir 20-30 árum og þá hefur verið spáð því á Vesturlöndum að 2020 yrði, sko, þunglyndi og geðræn vandamál, sko, að það yrði svona, sko, ein helsta dánarorsök, jafnvel, sko. Já. En samskonar rannsóknir sem voru gerðar í Afríku, það var ekkert sem sýndi á að það yrði meiri þunglyndi þar. Já, og í hruninu, þá fóru allir illa út úr því, nema eins og í Afríku, að því að það gerist ekki neitt. Þeir áttu ekki neitt fyrir, sko. Og þeir töpuðu engu, þeir höfðu engu að tapa, sko. Þannig að þetta öðruvísi. Já, maður veltir einmitt fyrir sig hversu þetta meira á Vesturlöndum, maður geti ekki einmitt verið þetta kapphlaup sem alltaf lífsgæðin og samanburðurinn og einhvern veginn svoleiðis, sko. Og kannski minni samheldni eða meiri áherslu á samkeppnina einmitt. Þannig að það er kannski svo áherslu að vera að vaxa svo mikið síðust ár eftir kreppuna, þegar við þurfum að hlaupa hraðar. Já, nákvæmlega. Og þið munið alltaf eftir apartheid, sko. Já, Suður-Afríku. Já, og alveg hræðilegt ofbeldi og bla bla bla. Og einn frelsishetjan þar, þessu kynntist ég að því að ég byrjaði í prógrami í Suður-Afríku, í Soweto, þar sem að Nelson Mandela og Tutu og þeir fæddu, sko, rosalega ofbeldisfull, sko. Og en við fórum í fylgd með fólki, reynda frá Zambíu, sko, en lituðu fólki. Og við lærðum á það bara, vera á réttum stað á réttum tíma, eða vera ekki á röngum stað á röngum tíma og svona. En allavega þá lærðum við Biko. Og hann skrifaði bók sem hét I write what I like. Og hann stofnaði samtök sem hann nefndi Black Consciousness. Og hann var ásakaður það í upphafi, sko, hvað þú að stofna Black Consciousness? Ertu ekki bara að boða apartheid líka, bara svart apartheid? Hann sagði að það verður við allt í frá, en hann vildi engan aðskilnað. En til þess að svarti maðurinn næði tökum á eigin lífi, að þá þurftu svartir menn að
að þekkja sitt identity. Já. Af því að hluti af þessari nýlendu stefnualdri var að það var komið fram við bara svarta fólki eins og skít. Já. Og þau lærðu það að þau væri bara ekki neitt. Og hvítum var klár og allt þetta. Og eins og þrælarnir, þeir voru bara rændir rændir í rauninni fortíðinni og arfleið, forfeður, hvernig maður á orða það, þau voru bara rænd einhvers konar uppruna. Þeirra menning. Já, þeirra menningu og það eina sem þau hafi bara við byrjuðum sem þrælar hérna. Þannig að það meikar mjög mikið sens að þau einhvern veginn að tengjast svona gegnum þessa sameiginlegu reynslu. Já, nákvæmlega, og þau eiga þessi dýrmætu og flottu reynslu, sko. Og hérna, og síðan, sko, var hann alltaf í þessari baráttu og hérna, og hann skrifaði þessa bók sem meðal annars að framtíðar markmið Black Consciousness væri to put a human face on this earth. Og hann sagði bara beinum orðum, við vitum að Vesturlöndum hafa fullt af peningum. En við vitum líka að það er ekki mikil óhamingja. Því að peningarnir fær engu hamingju. Nei, það er rosalegt. Já, þannig að við eigum ekki peninga en við eigum hjarta og við vitum það hvað það þarf til að verða hamingjusam. En hafið þið verið með svona einhverja tillögur að nýju mælikvörðum á hvernig við má mæla lífsgæði, ekki bara út frá hagvexti og hversu mikið pening við eigum, þú veist, er einhverju fleiri mælikvarðar sem gætu notað, eða eigum kannski bara sleppa mælikvörðum og reyna bara meira fókusum neðan frá að tengjast fólki? Já, sko, ég man ekki eftir því að við höfum sett fram, sko, svona félagslega mælikvarða. En það er ein bók sem að Síló skrifaði sem hét var nefnd Innra landslag. Og hún byrjar á kafla sem heitir Spurningin. Og hún er eitthvað þá leið og það er þá, sko, það er mælikvarði fyrir þig bara. Hvern og einn. Að það segja, eftir því sem að lífið þínu vindur fram, er það hamingja eða þjáning sem vex innra með þér og þeir sem kringum þig eru. Svo sagði hérna, og síðan einhverja fleiri spurningar og svo sagði hann, ef að svo er ekki, ef að hamingja þín og frelsi og líðan vex ekki eftir sem lífinu vildi fram og þess að kringu þig, þá hafna ég fordæmiðinu. Hversu þú ert, hvað sem þú ert valda mikil eða hversu þú ert að reyna að segja mér, þá hafna ég þér. Og það er svona existential mælikvarði í rauninni. Og það er þetta að segja að þjóðfélag, þar sem að, þetta er umlega sama mælikvarðin og þjóðfélag. Við höfum séð það svo greinilega bara hér á síðustu áratugum, hvað er að aukast? Það er geðveiki og það er bara ungt fólk fyrir í eitulíf og það er allt á vextinum, sko. Og valda og peningafíkn virðist vera. Já. Svoleiðis að þá myndi ég segja, sko, út frá þessu, sko, þessu fordæmi, sko, einhverju fyrirkomulagi sem leiðir til þessa er bara, það er einhver merkt leið sem við förum ekki. Og þá er allavega, sko, hvaða leiðir þá opinn, önnur, sko. Og þær eru til að sjálfsögðu. Margar aðrar stefnur. Margar aðrar stefnur, já. Að hérna, ég meni til líka að það var talandi af frá Síló, að það var gerð mynd hann The Sake of the Andes, að því að hann er frá Mendoza, hjá Andesfjöllunum. Í Argentínu. Já, og það var svona spjall hitt og þetta. Og svo var hann svona upp í fjöllunum og leikstjórinn sem gerði myndina, að þeir eru bara að labba saman og góðu veðri og fallegur landslagi. Og svo spyr leikstjórinn Síló sem er hvað með þig, Síló? Þú erum búin að koma öllu þessu á stað, sko, með hreyfingunni og allt þetta. En hvað með mannin Síló? Hvað er þú að reyna, hver er þú að reyna að ná?
persónulega svona. Persónulega, og það var svona, það er svona, komur hann svona smá óvar, sko, og hann svona, já, mig langar bara til að vera góður maður. Það var bara stónda svona, sko. Ég held að hann var svo hvergi sett þetta fram í einhverju kenningaríti, en þegar var svona gengið á hann, sko, þá Myndist það eins á áður en við byrjuðum að taka upp að þú getur hugsað þínar eigin aðgerðir þannig að þú orsök og afleiðing. Þú gerir eitthvað og þá býstu við því að þetta muni gerast og þetta muni gerast og svoleiðis og framvegis. En svo væri líka hægt að hugsa þetta frekar eins og ferli. Í ferli, já. Þú ert þá kannski með ásetningar en að byrja eitthvað og þú veist ekki hvert að ferð en þú svona heldur að og það, eins og það er að þá ferð það nú eitthvað. Já, maður lærir og það er bara eins og ævimann, sko. Ég meina, það er ekki, sko, frá barni til unglings og ungur maður og svo fjölskyldan og allt þetta. Þetta er ekki bara eitthvað, sko, þetta á undan, þetta er svona ferli, þetta er flæði, þetta er þróun, sko. Og það sem að kannski mælikvarði félagslega á þjóðfélagið, á heiminn og annað, að það er meðal annars að sjá, sko, bera ekki saman þannig að sko, að bera ekki saman öfugt, sko, eins og hjá manni sjálfum til þess, að bera ekki saman, sko, ef ég er rosalega bömmir, sko, og þá finnst mér að allt sé ónýtt og allt þetta, sko, en þá er ekkert þetta að segja, sko, það er ekkert víst að þetta sé allt ömurlegra en það var eða svoleiðis, sko, heldur ég get skoðað. Þegar ég fer á almennan bömmir, er það betra að vera bömmir heldur en hjá mér fyrir 10 árum. Já. Þegar stundir eru góðar hjá mér, sko, eru það meira, sko, er ég hamingjusamari eða glaðari heldur en á bestu stundunum fyrir 10 árum. Já. Og þannig getur maður mælt hvort að manni, sko, hvort að maður hreyfist. Já, góð æfing að líta aftur á við og það því að fólk kannski gleymir því hvað kannski er komið langt, sko, með fyrir 5 árum og það bara einhvern veginn dregur sjálf sér niður að þið er ekki standa sér nú vel en svo horfur kannski 5 ára aftur í 10 árum. Já. Eða að þú ert á einhverju róli sem hann segir, ég fór nú aldrei í svona tripp, sko. Nei, þetta er, og þá er það líka kannski eitthvað. Já, ég ætti kannski aðeins að hugsa, sko. Flytta til að taka nýja stefnu. Já. Gera eitthvað öðruvísi. Kanna hvað það er sem að er að valda þessu. Já. Þannig að svona í sílóismannum er dálítið mikið, sko, það er ekki þetta að segja þér hvernig þú lifir eða hvernig þú átt að lifa og svo framvegis. Heldur þú verður að komast að þeirri niðurstöðu, sko. Akkurat. Þekktur þú Pál Skúlason? Gamla? Nei, þekkti hann ekki. Nei, ok. Síðasta bókin sem skrifaði, það var aðalatrið hjá honum, sko, að það sem væri mikilvægast með heimspekina að vera að iðka hana. Og þá var hann að meina einmitt að hún er svona ferli. Já. Og þetta rímar ágætlega við forngrísku heimspekingana og líka kínversku heimspekingana. Já. Þeir segja flestir að góð gildi eða virtue eru sín eigin verðlaun. Já. Eins og kannski Síló að þegar hann er spurður hvað er það að gera þetta persónulega, hvað er það að sækjast eftir. Já. Og hann bara svona, bara bregður við þá spurninga því hann er bara einhvern veginn komin í það svona mót sem að þessi gömlu spekingar einmitt hafa mælt með. Já. Og það er það sem veitið er hamingju er að gera það sem er rétt og að hjálpa fólki kringu þig. Já. Og svo framvegis. Akkurat. Og það kom hérna formaður alþjóða grunnspeki samtakana. Grunnspeki. Já, sko, frumspeki. Frumspeki. Ég er ekki heimspekingur, sko. Að hérna, og hann er kínverskur, var kínverskur, og ég fór á fyrirlestur hjá honum vegna þess að hann kom með svo aðtilsverða sko, aðtilsvert heiti á fyrirlestri sínum og það var það að læra að vera mennskur. Já, heyrðu, ég ætla að fara hana, sko.
Svo fór ég þarna og þá fyrir hann að segja, sko, tala sko Confucianismi. Já, Confucianismi, að hvernig hann sé svona hegðunar tengdur og sko, hvað þú gerir og hvernig kemur fram og þetta var svona tema. Síðan var svona spurningar á eftir og hann var spurður sko hvað og hvernig sko hver eitthvað viðmiðun í dag sko í kínverskri heimspeki og þá var hann að segja að þeir væru sko vildu virka sko sinn Confucianism. og jafnframt að taka inn sko þróun heimspeki og sálfræði á Vesturlöndum sko. Já, og en svo var það þannig, það bara þannig, að í umræðan svona eftir, sko, að þá var með einn ónefndur, siðfræðingur endar, sem var með, og það var sem sagt, þeir sem mættu hérðan frá, sko, Háskólanum, sko, þeir voru ekkert mjög, þeir svona mærðu ekkert hans tal mikið og það var umlega þegar hann var að segja þetta sko að þeir tækju svona breiðara sín að þá sagði hann sko einmitt að já en er ekki bara kínverska heimspeki, þetta er ekki bara svona sko hegðunarkvótið eitthvað sko. Já. En það var bara forakt í þessu sko. Það er alls ekki þannig einmitt. Þetta er mjög svona sambarlegt við forngríska heimspekina, þetta er svona ávið eiginlega í öllum aðstæðum. Já. Og það vegna þess að sko þetta eru með kenningar og alls konar hugmyndir félagslega, sálfræðilega en einmitt komandi aftur á húmanistarhreyfingunni að stofnandi Innlanda Síló, hann var einhvern veginn spurður, ef þú ættir að lýsa húmanistarhreyfingunni í einni setningu, hvað var það? Og þá sagði hann, já, þá myndi ég segja að þú snerist það að koma fram með aðra eins og þú vilt að þeir koma fram með þig. Og það undir eina svona okkar prinsip, við erum með hegðunar lögmál sko líka í þessu sko. Það er gullna reglan, það er gullna reglan sko. Hún finnst í ekki bara kristninni heldur, hún er miklu eldri en nokkuð tímann kristnin. Ódauðleg í rauninni. Já, hún er það sko. Helst með okkur. Já. En hvernig sérðu húmanistarhreyfinguna í Íslandi þróast næsta ár? En þú talar að þið væri mjög ánægð með stefnu sósíalistaflokksins, að eigið ykkur að samlega þar, ætlið að fara að vinna kannski innan flokksins og beita ykkar rödd þar inni eða kannski blanda af báðu? Það er bara ýmsan hátt sko. Til dæmis við vorum, ég er með til að sýna ykkur á eftir nánar, að við vorum með hverfisverkefni í Hlíðunum. Húmanistar frá 1995 til 78, þá voru þeir Afríku. og það var eitt af því flottasta sem að Síló hefði sett fram svo félagslega. Að það var, og talandi aftur hverfin, að þetta gerist sko alveg mennsk þjóð verður rísum frá hverfinum sko. Og í þannig að hverfisverkunum voru 5 element. Það var sko 5 þættir og eitt var málgagn og ég er með heilt sett af nágranna sem voru bara nágrannablaðum hvað sem var að gerast í hverfinu og þá voru aðgerðir, eina af þeim aðgerðum voru til dæmis við vorum að berjast gegn mengun í Miklubrautinni og íbúarnir vildu Miklubraut í stokk sem að núna 30 árum seinna er búið ákveða og þau þurftu að anda sér sóti síðan þennan tíma og síðan er það fundarstaður og málþing og svo framvegis. Þetta er samsett verkefni
sem að þarf allast að þætti til þess að geti verið alvöru, sko. Og eins var síðan græn stefna og fleira, sko. Og þetta var í 5 ár. Og ég allavega sem talandi samstarf við sósíalistaflokkinn. Ég kom með nokkur eintök af, ég held að sé hvað, þetta var frá 95 til, eins og ég segja, 98, 3 ár. Og það allavega 10-15 blöð, sko. Og allt í myndum og sýni það hvernig er skipulagt og hvað þetta að gera og hvernig þetta var. Búið til svona prototípu. Já, og það að eins og fyrir hverfisvirkni fyrir sósíalistaflokkin. Mér finnst þetta vera bara endilega að nýta þetta. Taka upp og þróa. Já, og það ekki bara Hlíðarnar, það öll Reykjavík. Akureyri það hins hverfi og þorp og svo framvegis. Að því að þetta þarf að vera þetta, sko, að þróa lýðræði ekki bara, eigum við ekki bara að vera með lýðræði, sko. En það ekki það. Það verður að vera vettvangur til þess að heyra hvað fólk að segja, blaðið, vettvangur til þess að hafa samband við, eins og við buðum alltaf forseta borgarstjórnar. Það var snúið hlutunum við tókum þá á teppi og sagði, heyrðu hér þetta svona og þannig að það var, þau verið að svara fyrir það, sko. Já, eins og á að vera bara, þetta er þjónustu. Já, en allt þetta þarf að vera með sínum elementum. Á ákveði form og svona. Gögn og form og rytma og ákveðin mekanisma, sko. Já, nefnilega. Og einmitt að virkja líka að fara í hverfin, ég held að það sé mjög sniðugt einmitt að byrja neðst eða má segja svo að þú veist byggja frá fólkinu og upp. Já. Að það ég held að það virki fólk rosalega mikið ef maður bara byrjar í lókalnum, sko, í staðinn fyrir að byrja þarna efst og einhvern veginn að predika niður á það. Já, og það er líka hægt að segja, snúið að við segja, hvernig ætlar að gera það öðruvísi? Nei, nákvæmlega. En ætlar þau ekki bara hætta að tala um lýðræði, sko. Það var betur að hætta bara að tala um lýðræði. Gleymið því bara. Hvernig getum við skipulagt toppræði? Já, það var betra, sko. Það einu flokkarnir sem vilja það náttúrulega eru þeir sem eru að starfa fyrir fyrirtækin. Þeir náttúrulega bara, þeir vilja að sem minnsta fólki sé virti í lýðræðisþátttöku og það sé bara nógu afvegaleiða og bara bulla í þeim og halda því fram að þeir eru ekkert að pæla í þessu með þetta. Þannig að eina alternatíf er þá bara við þurfum að virkja sem flest fólk inn í lýðræði. Þannig að hugmyndirnar marxismin og leninismin og kommunismin og allt þetta og Marx meira sig að byrjaði, sko, sem humanistinn Marx, sem heimspekingur og en síðan náttúrulega í útfærslunni þá gerðist þetta ekki þannig að fólkið fengi allt í einu völdi. Nei. Og þetta voru stórar verksmiðjur og þetta var bara nokkri toppar. Bjúrókrata. Já, og við sáðum á sínum tíma að humanistar staðhæðum að fyrirkomulagi kommunistaríkjunum eins og þau voru og í kapitalistunum hafa öll aðal einkenni sameiginleg. Það fjármagnið í höndum fárra og sem að ráða því hvernig er þeim dreift. Og við höfum sagt, sko, býtum við stjórnmál. Hvað eru þau annað? Heldur en hvernig peningunum dreift og til hverra og til hvaða nota. Í hvaða tilgangi. Já. Og maður vil kannski bæta því við að þrátt fyrir það hversu rík við erum á Vesturlöndunum og þá sjáum við að óhamingja getur verið frekar mikil hérna. Og fólk í fátækari löndum það einhvern líður betur eins og vorum að snerta á það. Já. Og ég held að það hafi mikið að gera með að þau eru tengdar inn í nærumhverfið sitt. Algjörlega. Og þá held ég að við hljótum að geta einhvern veginn einmitt slá 2 flugur í einu höggi að virkja úthverfin eða virkja bæjarfélögin þar sem þú býrð. Að taka þátt í einhverjum svona sameiginlegum ferlum og verkefnum með nærumhverfinu. Og þar að leiðandi líka valddreifing náttúrulega sem skiptir heldur rosalega miklu máli til að koma í veg fyrir þessa spillingu sem hefur orðið í báðum þessum kerfum sem við vorum að tala um. Það ef það of fáir með völd þá auðvitað misnota það bara völdin. Já, dreifa. Þannig ég held að sem alveg bara upplætt að Vesturlönd taki Steve Biko á orðinu og bara taki við því að
því no mundo glabando sem að Afríkumenn hafa heiminum að færa. Já, heldur betur. Akkurat. Ég er til vegna þess að þú er til. Já, akkurat. Þetta eru flott. Og hvernig á ég svo að fara að lemja þig? Nei, akkurat. Ég lemja sjálfa þig. Já, ég held endum þetta á þessum orðum. Þetta er bara frábært, takk fyrir að koma. Þetta var fróðilegt og Já, takk kærlega fyrir, sko. Skoðum þessa prototípu. Já, höldum kannski áfram þetta spjall síðar. Já, en ég bara takk ykkur líka. Takk. Ég var búin að hrósa ykkur áður endur. Já, við kunum að vita það. Já, og takk fyrir að hlusta þau öll sem eru hérna við skjáinn. Við minnum á að í kvöld verður sýndur þátturinn miðnætti í Kænugarði þar sem að verður fjallað meira stríðsástandið þar frá mörgum hliðum. Við hvetjum ykkur til að styrkja samstöðuna líka. Öll frjáls framlög eru vel þegin en annars bara lifið góð. Takk fyrir. Takk fyrir.